Komið þið sæl, ég býð ykkur velkomin hér á 245. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar sem venju samkvæmt haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Ég vek athygli á listaverkinu sem hér til hliðar. Þetta listaverk eftir Rein Friðfinnsson sem var myndlistarmaður og fæddist 19. febrúar 1943 í Bæ í Miðdölum. Foreldrar Reins voru Friðfinnur Sigurðarson og Elín Guðmundsdóttir, bændur í Bæ. Bræður hans voru Baldur, bóndi í Bæ og Bragi, rafvirkjameistari í Reykjavík, báðir látnir 2022. Hreinn útskrifast úr handið á myndlistaskólanum 1960. Hreinn var einn af stofnendum Zoom, hópsins og frumkvöðull nýlistar og hugmyndalistar hér á landi. Nálgun Hreins á listsköpun var ljóðræn og snertir á tíma, umhverfi, frásögn, minni og skynjun. Tók þátt í mörgum sýningum, meðal annars í umhverfingu sumarið 2022 hér í fjörunni í Búðardal. Hreinn lést í Amsterdam 7. mars 2024 en þar hafði hann búið síðan árið 1971. Og á listaverkinu er hér ljósmynd sem er tekin út gluggann í Bæ. Allavega þetta fjöllin í Suðurtölunum sem sjást. Ég veit ekki hvort þetta sést í upptökunni. En áður við göngum til auglýsta dagskrár sveitarstjórnarfundar þá eru nokkur mál sem ég legg til að verði bætt við dagskrá. Það lagt til að máli númer 23.01.065 Ljáskóðabyggð verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður 7. Það lagt til að máli númer 24.04.005 framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku í landi Vörðufells og Kjarlaksstaða verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður númer 8. Það lagt til að máli númer 24.01.015 Sorphyrða verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður númer 9. Svo lagt til að fundagerð fræðslunefndar fundur númer 129 verði tekin á dagskrá og dagskrárliður númer 10. Fundagerð félagsmálanefndar fundur númer 69 verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður 11. Og fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar fundur númer 145 verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður númer 12. Aðrir liðir færist til samkvæmt fyrrgreindu. Einhver sem gerir athugasemd við að þessi liðir séu teknir á dagskrá. Þau sem eru samþykkir því, gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er fyrsta mál á dagskrá, það er seinni umræða ársreikning Dalabyggðar og Bjarki ætlar að taka til máls. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér erum við með til umfjöllunar við seinni umræðu ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2023. Ekki hafa orðið neinar breytingar á ársreikningnum á milli umræðna. Ég vil vekja athygli á því að það var misritun í fundagerð síðasta fundar varðandi eigið fé í ársreikningnum. Það misritaðist og það stóð í fundagerð síðasta fundar að það eigið fé væri 1.017 milljónir króna en rétt tala er komin inn í gögnin núna á milli, en þetta er ekki í ársreikningnum heldur í fundagerð síðasta fundar, svo það sé sagt. En það má segja að niðurstaða ársreiknings Dalabyggðar fyrir árið 2023 sé viðunandi miðað við aðstæður í efnahag þjóðarinnar. Rekstrarniðurstaða A-hluta er jákvæð sem nemur 48,1 milljón króna á móti áætluðum afgangi upp á 1 milljón króna og rekstrarniðurstaða A- og B-hluta er jákvæð sem nemur 106,7 milljónir en áætlun með viðaukum gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 63,1 milljón króna og er því niðurstaðan 6,9% yfir áætlun. Breyting rauntalna í rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta á milli áranna 2022 til 2023 er jákvæð sem nemur 120 milljón króna, þannig að það er 120 milljón króna viðsnúningur á milli ára. Það er og verður með fundagerð fundarins minnisblað sem verður aðgengilegt sem viðhengi með fundagerðinni sem rekur allar þær tölur og tölulegu staðreyndir sem í ársreikningnum eru. Ég ætla ekki að fara orð fyrir orð eða staf fyrir staf yfir það minnisblað hér, en engu að síður að nefna það hér að skuldahlutfall á B-hluta Dalabyggðar var í árslok síðasta 47%, var 63% í árslok 2022 og skuldaviðmið í árslok 2023 var 90% sem er mjög lágt í öllum samanburði og í rauninni öllum viðmiðum sem að sveitarfélögum er gert að vinna samkvæmt. Og
og það auðvitað ljóst að ef og þegar framkvæmdir við íþróttamannvirki fara af stað þá fer skuldahlutfall okkar upp og skuldaviðmið en ekki á neinum tímapunkti upp fyrir gildandi hámark sem 150% og í þessum minnisblaði sem ég nefndi áðan þá í rauninni línurit og línurit sem sýnir það svart á hvítu að við erum að standast í rauninni allar þær reiknireglur sem og fjármálareglur sem sveitarfélögum gert að vinna undir. Og sömuleiðis í þessu minnisblaði í rauninni staða yfir afborgun af langtímaskuldum næstu árin sundurgreind, þannig að það góða utanumhald varðandi rekstur Dalabyggðar sem verið hefur undanfarin ár, vil ég segja, ekki bara á þessu kjörtímabili heldur í lengri tíma er að skila sér nú í þeirri stöðu að við erum í öllum þeim færum sem að hugsast geta til þess að fara í stærri verkefni sem að ræðir. Nefnaði hér líka að á árinu 2023 gerði eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga athugasemd við það í áætlun Dalabyggðar fyrir árið 2023 væri framleidd sú sem áætlun ársins birtist of lág. Það væri eina viðvörun sem við fengum frá eftirlitsnefndinni það árið, en núna á yfirstandandi ári og líka niðurstaða ársins 2023 var þannig að við erum yfir því viðmiði ásamt öllum öðrum. Þannig að framleiðin okkar komin í lag og ef áætlanir okkar standast þá erum við á góðum stað. Og það má ljóst vera að daglegur rekstur A-hluta Dalabyggðar byggir á traustum grunni eins og hann í dag þó viðkvæmur sé og þolmörk ekki mikil gagnvart óvæntum stórum útgjöldum. Brugðist hefur verið við að festu gagnvart þeim þáttum sem nefndir voru við afgreiðslu ársreiknings Dalabyggðar fyrir árið 2022 hvað varðar B-hlutastofnanir og má þar helst nefna rekstur Silfurtúns, ljósleiðara hluta Dalaveitna og félagslegs húsnæðis. Með þeim aðgerðum sem farið hefur verið í búið að stöðva blæðingu úr sjóðum Dalabyggðar sem nemur alltaf 45 milljónum króna árlega og treysta þannig rekstrargrundvöll sveitarsjóðs til framtíðar sem því nemur. Þær aðgerðir og sá árangur sem hefur náðst í rekstri Dalabyggðar gerist ekki að sjálfu sér og vil ég hér þakka sveitarstjórn og starfsfólki Dalabyggðar fyrir samstarfið í kringum þær aðgerðir sem farið hefur verið í sem og fyrir gott samstarf þar sem af kjörtímabilinu. Vil ég láta þetta duga sem innlegg varðandi ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2023 en einhverjar spurningar eru og eða vangaveltur þá svara ég þeim að sjálfsögðu. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Bjarki. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi ársreikning? Svo virðist ekki vera. Það bara afskaplega ánægjulegt að sjá hver niðurstaðan og ég ætla bara að bera hér upp til atkvæða ársreikning Dalabyggðar eftir seinni umræðu. Þeir sem eru samþykkir ársreikningum gefið merki. Hann samþykktur samhliða. Þá næst dagskrárliður 2, það vegamál. Það málið endalausa, ef svo má orðið komast. En í kjölfar umfjöllunar bágborið ástand vega víða á Vesturlandi og þá sérstaklega þjóðvega 60 og þjóðvega 54, þessi Snæfellsnesvegar, þá var eftirfarandi ályktun samþykkt samhliða á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þann 20. mars síðastliðinn. Aðalfundur SSVF haldinn í Borgarnesi 20. mars 2024 samþykkir að boða innviðaráðherra, fjármálaráðherra, þingmenn Norðvesturkjördæmis, fulltrúi í umhverfis- og samgöngunefnd og forstjóra Vegagerðarinnar til fundar á Vesturlandi sem fyrst til að ræða viðhald vega í landshlutanum. Staðan á viðhaldi vega á Vesturlandi með öllu óboðleg og þá sérstaklega Snæfellsnesvegi nr. 54 og Vesturvegi nr. 60 Dalabyggð. Ástand á ofangreindum vegum afar bágborið, slitlag hefur farið mjög illa á löngum köflum og burðarlag gefið sig. Við þetta hafa skapast mjög hættulegar aðstæður víða á þessum vegum. Vegagerðin virðist ráðþrota vegna fjármagnsleysis og má benda á að hún hefur haft til skoðunar að lækka hámarkshraða á 20 km kafla á Snæfellsnesvegi og á veginum og á Vesturvegi Dalabyggð hefur hún brugðið á það ráð að fræsa slitlagið af veginum vegna þess að það ekki hægt að halda því við. Hluti vegarins verða því malarkaflar fram á sumar, segir í tilkynningu sem Vegagerðin sendi frá sér 9. mars síðastliðinn. Við þetta ástand ekki hægt að una og það verður að grípa til aðgerðar strax. Því voru fulltrúar sveitarfélaganna á Vesturlandi einhuga að boða til fundar með yfirvöldum samgöngumála og krefjast úrbóta. Og frá 20. mars náttúrulega margt búið að gerast á stjórnarheimilinu, þannig að það orðið mannabreitingar og menn hafa skipt stóla og ágætt held ég að Dalabyggð kannski bara taki undir þessa ályktun og þrýsti á að þessi fundur verði haldinn. Einhverju sem vilja ræða?
þessa bókun. Garðar. Oddviti, kæru fundarmenn, ég vil bara þakka SSVAF fyrir að taka þessi mál á dagskrá og það er bara mjög mikilvægt að allir þessi aðilar sem að bæði fjármálaráðherra, innviðaráðherra og þeirra aðilar sem koma að þessu, bæði fjármagnið og vegagerðin, því að þetta er eitthvað sem verður bara að fara í gang. Þetta getur ekki beðið. Við getum ekki beðið, það verður bara að finna lausnir á þessu og fara af stað strax. Þannig að ég hvet að við tökum undir þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo má kannski við þetta bæta, það er náttúrulega bara ástand vegana. Það hefur hamlar líka í raun og bara uppbyggingu hér á svæðinu, svo sem í ferðaþjónustu og öðru, og mun örugglega draga líka ferðamannastraumi inn á svæðið. Þegar bílaleigurnar munu hvetja til þess, eins og við þekkjum, að menn aki ekki á malarvegum eða að þetta sé bara hættulegt að ferðast í þessum landshluta. En ég átti nú bara fyrir í þessari viku samtal við aðila sem rekur lítið ferðaþjónustufyrirtæki og reyndar eftir að rekja hér í dalina og kemur stundum með hópa hér vestur og þeir eru afskaplega ánægðir að koma hér inn á svæðið vegna þess að hér er svona slóf túrismi og menn fá miklu meira fyrir peningin að komast hérna en ekki á þessum offsetnu ferðaþjónustusvæðum við annars staðar á landinu. En einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Þessum taka undir bókunina gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 3, það er leiðir að byggðafestu. Það liggur hér fyrir fundargegnum skýrsla sem Hlédís Sveinsdóttir og Björn Bjarnason hafa skilað af sér og ber heitið leiðir til byggðafestu og er skýrsla vegna búsetu í Dalabyggð, Reykhólasveit, Árneshreppi, Kaldneshreppi, Strandabyggð og Húnaþingi vestra. Yfirgripsmikil skýrsla. Einhvers vill taka ræða efni skýrslunar sérstaklega? Svo er þetta ekki vera, hún er hér meira bara lögð fram til kynningar og mun síðan fylgja fundagerð öðrum þarna til kynningar. Þá er dagskrárliður 4, það er kosning í nefndir samkvæmt A-hluta, 48. greinar samþykkta Dalabyggðar og með tölvupósti 20. mars síðastliðinn óskar Alexandra Rut Jónsdóttir eftir að losna frá skyldum aðalmanns í menningarmálinu Dalabyggðar, þannig að það þarf að skipa nýjan aðalmann í þá nefnd og það er hér tillaga að Gyða Lúðvíksdóttir verði aðalmaður í menningarmálanefnd og fyrsti varamaður í nefndina verði Þuríður Sigurðardóttir. Einhvers vill ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður fyrir engi hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 5, það er aðalfundur veiðifélags Laxár í Hvammsveit. Það er hér í fundagögnum fundarboð aðalfund veiðifélags Laxár í Hvammsveit og sveitarstjórn þarf að tilnefna sinn fulltrúa á fundinn því að hvorki Garðar eða Ingibjörg sem voru kjörin aðal og varamaður eiga heimagengt þegar fundurinn á að fara fram 20. apríl næstkomandi og tillaga mín er að Einar Jón verði aðalmaður á fundinn og Þuríður varamaður. Einhvers sem vill ræða það sérstaklega? Þess sem er samþykki því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 6, það er breytingar á afgreiðslu Íslandspóst í Búðardal og það liggur fyrir umsókn Dalabyggðar, er hér í fundagögnum bara umsókn Dalabyggðar vegna fyrirhugaðrar lokunar á afgreiðslu Íslandspóst. Ætlaðu þú að taka til máls, Björki? Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur, örstutt í rauninni en engu að síður fullt tilefni til að við allavega tjáum okkur og við höfum sent Byggðastofnun okkar mótmæli og okkar viðbrögð við þessari ekki fyrirhuguðu lokun, heldur í rauninni bara lokun. Það er búið að staðfesta það og starfsmenn Íslandspósts hér eða póstsins hér í Dalabyggð hafa fengið tilkynningum slíkt að þeirra störf verði lögð niður. Í rauninni mjög undarlegt ferli allt saman og bara í rauninni tvískinnungur að
Það er Byggðastofnun sem er gert það að kalla eftir viðbrögðum sveitarfélaga við þessum lokunum, en á meðan fer fyrirtæki fram með sínum hætti. Við fengum frest til 5. apríl til að skila inn umsögn til Byggðastofnunar, en fyrir þann tíma var búið að tilkynna starfsmönnum þessa uppsögn. Sama dag var uppsetning á póstbóksunum hér fyrir framan Samkaup og áfram mætti telja. Undarleg vinnubrögð, vil ég segja. Íslandspóstur er náttúrulega ríkisstofnun þó að standi stafirnir OHF fyrir aftan heitið opinbert hlutafélag. Það er ríkið sem að tilnefnir stjórnarmenn og annað slíkt. Þannig að aftur, mér finnst þetta afskaplega einkennileg vinnubrögð, vond vinnubrögð og ekki, hvað maður segja, ríkisvaldinu til tekna á engan hátt og í rauninni algjörlega á skjön við þau byggðar sjónarmið sem að koma fram í byggðaáætlun stjórnvalda. Þannig að í rauninni við þurfum að birta okkar umsögn með fundargerðinni. Vek athygli á mistökum sem hafði orðið að ég set 25. apríl í staðan fyrir 25. mars í greinargerðina, en það á ekki að koma sök. Meginatriðið er að okkar umsagnarfrestur til Byggðastofnunar er til 5. apríl og fyrir þann tíma var fyrirtæki búið að aðhafast töluvert mikið og stíga þau skref sem að þurfti að taka að þeirra mati. En við höfum ekki fengið nein viðbrögð frá Byggðastofnun enn sem komið er, nema bara að móttakan hefur verið staðfest á okkar erindi. Spegillinn fjallaði þessar lokanir í þætti í síðustu viku, en í rauninni að mínu viti sleppti því sem að kannski miklu máli skipti til að mynda varðandi mikilvæga staðsetningu Búðardals og það að við erum brothætt byggð, okkur munar hvert starf, hvert stöðugildi og allt skiptir þetta máli og í byggðarlegu tilliti aftur. Ekki fleiri þetta sinni, en ég held að við, og ég mun allavega ekki láta kyrrt liggja að flagga þessum einkennilegu vinnubrögðum gagnvart ríkisvaldinu og öðrum þeim sem að þurfa að heyra það. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er þetta ekki vera. Þetta er umsókn sem er bara til kynningar með fundargerð. Þá er dagskrárliður 7, það er Ljárskógabyggð. Þetta er mál sem kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og Guðlaug ætlar að fjalla málið. Oddviti og eru tilheyrendur. Það sem er að ræða er að Ljárskógabyggð er óskað eftir að byggja gistihýsi, lítil hús fyrir ferðaþjónustu. Núna er verið að skoða 2 svæði sem eru bæði merkt á aðalskipulagi sem verslun og þjónusta. Annars svæði er sunnan við núverandi Ljárskógarétt, hitt svæði, og í sjálfu sig gerum við ekki athugasemd að svo stöddu þar, en hitt svæði liggur nær Búðardal og þar gerir nefndin athugasemd vegna þess að það eru bæði í jörðu vatnslögn suður eftir og háspennustrengur, og við teljum ekki æskilegt að fara af stað eins og það er staðsett núna. Það er það að ræða að setja þetta í auglýsingaferli, en við óskuðum eftir að yrði gerð lagfæring á syðra svæðinu áður en að þetta færi í auglýsingu. Einhverju sem vilja taka til máls varðandi þetta mál? Fleiri? Svo virðist ekki vera. En þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti bókun umhverfis- og skipulagsnefndar þar sem samþykkir henni. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8, það er framkvæmdarleyfi fyrir efnistöku í landi Vörðufells og Kjallaksstaða. Þetta er einnig mál sem kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar og Guðlaug ætlar þú að kynna. Oddviti eru tilheyrendur. Þetta er í rauninni verklag. Það er búið að samþykkja sem námur í aðalskipulagi, en þarna er verið að óska eftir minni efnistöku heldur en var reiknað með þar.
Þannig að þetta kallar ekki á umsögn Umhverfisstofnunar og okkur finnst það vera mjög ákvæmt að það sé hægt að taka efni, það sé nógu gott efni, það nálagt vegaframkvæmdum út á Fellsströnd að það allavega nætti að vera betra fyrir alla, minni akstur og annað þvílíkt. En teka fram að þetta er einungis verið að staðfesta það sem áður var samþykkt í aðalskipulagi. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn veiti heimild eða sem sagt veiti framkvæmdaleyfi til efnistöku samanber umsóknina sem eru samþykkið því gefmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er næst dagskrárliður 9, það er sorphirða í Dölum og Bjarki ætlar að kynna það mál. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilrendur. Þetta er liður sem var til umræðu og afgreiðslu á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar á fundi í gær, þann 10. apríl og snýr að í rauninni úrgangsmálum og sorphirðu í Dölum. Og eins og kunnugt er að þá í rauninni var breytt reglum á síðasta ári og við höfum fram til þessa svona dregið lappirnar, ef svo má segja, að innleiða það að fara í þá flokkun sem að gert er samkvæmt þeim reglum sem tóku gildi aftur á síðasta ári. En núna í rauninni hefur Úrvinnslusjóður tilkynnt það að það verði skertar eða felldar niður greiðslur til þeirra sem ekki er að fara eftir þeim reglum sem að voru settar. Þannig að það var niðurstaða á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar í gær sem heldur utan þennan málaflokk að gera þá tillögu hér til sveitarstjórnar eftir umræður í rauninni á 2 fundum í það minnsta hvernig að þessum málum skyldi haldið, að við færum í þessa breytingu sem okkur er gert og aftur megin ástæða þess að tímapunkturinn núna verður fyrir valinu er að Úrvinnslusjóður hefur tilkynnt niðurfellingu á greiðslum og þetta er í rauninni takt við breytt lög úrgangsmál og það er breytingar sem mörgunum sveitarfélög hafa farið í og í rauninni flest og breytingin felst í aðgreiningu á þeim úrgangsflokkum sem fari í græntunnuna innan gæsalappa í dag, sitt hvort íláti verður fyrir annars vegar pappír og pappa og hins vegar plast. Málumbúðum sem fara ekki ílát heima við hús mun ekki fara í ílát heima við hús heldur verður hægt að losa við þær ásamt glerumbúðum í grenndarstöð í Búðardal og lúgurnar við söfnunarstöðuna. Þetta þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar en núna ef sveitarstjórn samþykkir að fara í þessa aðgerð að þá er það síðan verkefnið komandi vikna að kynna í rauninni aðferðirnar rækilega bæði með dreifibréfum og íbúafundum og upplýsingum á heimasíðu Dalabyggðar þannig að þetta mun ekki fara á stað á morgun síður en svo heldur hafa sinn aðdraganda og í góðu samstarfi vonandi við og meðal íbúa Dalabyggðar og með okkar verktaka í þessum efnum. Þannig að tillagan er sú til sveitarstjórnar að samþykkja það að fara í þessar breytingar þannig að við setjum það ferli í gang. Takk. Takk fyrir þessa kynningu Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls varðandi þetta mál? Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki þær breytingar sem að felast í þessu að setja breytt fyrirkomulagi í sorphirðu í gang, þessum er samþykkið í gefmerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það fundargerðar til kynningar og ég vek athygli á því að þetta er kannski breytt frá fyrri sveitarstjórnarfundum að eftir stjórnsýslu endurskoðun KPMG að þá þarf ekki lengur að staðfesta fundargerðir fastanefnda, heldur eingöngu sérstök mál sem við höfum gert til fyrr á fundunum. Þannig að fundargerðir fastanefnda eru þá í raun og veru til kynningar og sveitarstjórnarfundi. En það er fyrst dagskrárliður 10, það er fundargerð fræðslunefndar, fundur 129.
Einhver sem vill taka til máls varðandi þá fundargerð? Svo er ekki. Þá er næst dagskrárliður 11, það er fundargerð félagsmálanefndar, fundur númer 69. Einhver sem vill taka til máls varðandi þá fundargerð? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 12, það er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur 145. Einhver sem vill taka til máls varðandi þá fundargerð? Svo er ekki. Þá er það dagskrárliður 13, það er fundargerð menningarmálanefndar, fundur 37. Einhver sem vill taka til máls varðandi þá? Einar. Oddviti, ágætu fundamenn, ég ætla nú kannski bara rétt að minna á það að það er sem sagt bæjarhátíð í sumar, verður fyrstu helgina í júlí, 5. til 7. Og bara minna á það fyrir alla sem vilja koma að, eins og rekstraraðil og aðra, það er ennþá alveg tími til þess að koma sér inn í og skipuleggja eitthvað svona í tengslum við þetta. Og svo er ágætt að minna líka á að Dalabyggð verður 30 ára í sumar. Og af því tilefni var ákveðið að setja saman að hafa í rauninu dagskrána á 17. júní aðeins svona íburðar meiri og það verður kannski kynnt betur bara þegar nær dregur. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 14, það er fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhver vill taka til máls þær? Svo er ekki. Dagskrárliður 15, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Einhver vill taka til máls þær fundargerðir? Svo er ekki. Dagskrárliður 16, það er aðalfundur Veiðifélags Laxdæla. Einhver vill taka til máls? Svo er ekki. Dagskrárliður 17, það eru fundargerðir Sorpbrunnar Vesturlands. Einhver vill taka til máls? Svo er ekki. Dagskrárliður 18, það eru fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Einhver vill taka til máls? Svo er ekki. Dagskrárliður 19, það er skýrsla sveitarstjóra. Ætlar þú að taka til máls, Björki? Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Nokkrir mólar frá mér hér. Skýrsla er síðan aðgengileg sem viðhengi við fundargerðina. Þannig að ég stikla hér á stóru. Það var íbúafjöldi í Dalabyggð miðað við síðustu mánaðamót var 655, svo sama í byrjun mars, þannig að það er kyrrstaða þar. Nú við afgreiddum hér fyrir á fundinum seinni umræðu ársreikning fyrir árið 2023 og vil ég bara ítreka þakki mína til allra þeirra sem koma að þeirri miklu vinnu og aftur nefna það eins og á síðasta fundi að það er dýrmætt svo mikla kostnaðarvitund sem ég upplifði meðal starfsmanna og kjörinna fulltrúa. Þannig að þetta er dýrmætt liðsheild. Nú aðalfundur SSVF fór fram þann 20. mars síðastliðinn, auk þess sem aðalfundir Sorpbrunnar, Símenntunar, starfsendurhæfingar og Heilbrigðiseftirlits Vesturlands fóru fram þann sama dag og auk hefðbundin aðalfundarstarfa á aðalfund SSVF, það var tekin umræðum eitt og annað og þar á meðal vegamál eins og við komum inn á hér áðan. Og síðan að á aðalfundunum þá gekk Eyjólfur Yngvi, okkar oddviti, úr stjórn sem aðalmaður en í hans stað kom fyrir hönd Dalabyggðar Ingibjörg Þóranna, Inga, okkar varaoddviti sem aðalmaður og Skúli Hreinn sem varamaður í stjórn. Nú talandi vegamál sem ég minntist hér á, þá vil ég vekja athygli á afar skilegu samtali vegamál sem fram fór í Bítunu á Bylgjunni síðastliðinn mánudag og fylgir slóð með skýrslu minni hér. Og ég tek svo sannlega undir þau orð þeirra sérfræðinga, það er að segja annars vegar Runólfs Ólafssonar, framkvæmdastjóra FÍB og hins vegar Ólafs Guðmundssonar, sérfræðings í umferðaröryggismálum sem fjallu í því samtali og þar á meðal var minnst á ástand vega hér í Dölum. Og ég leyfi mér að segja hiklaust að áhuga og skilningsleysi ráðamanna er alls ekki ásættanlegt lengur. Við, landsmenn allir, ekki bara dalamenn, heldur landsmenn allir, eiga betra skili hvað varðar umferðaröryggi og gæði vega og ég tala nú ekki að starfsmenn vegagerðarinnar, þeir eiga líka betra skili að því þeir eru að handmoka holufyllingarefni í tonnavís. Þannig að þetta er algjörlega óþolandi ástand og að moka í tonnavís aftur
kolefnisfyllingarefni í handónunda vegi, þannig að það er vond staða. Og núna í vikunni átti sér stað ráðherrakapall og nýr ráðherra sem meðal annars á rætur sínar að rekja hingað í Dali og þekki vel til stöðu okkar, er sestur í stólinn og við þurfum að ná þeim ráðherra hér í heimsókn til okkar sem fyrst til að ræða þessi mál af festu. Sem og auðvitað að taka þátt í þessum fundi sem að Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi ætla að halda með bæði ráðherrum, þingmönnum, forstjóra Vegagerðarinnar og fleirum. Nú, tengt vegamálum að þá heppnaðist 1. apríl-gap Skessuhorns ágætlega, vakti mikla athygli á þessari sorglegu stöðu sem er uppi. Þannig að kannski ættum við hreinlega bara að gera alvöru úr því að setja vegagiðina hér upp við innkomuna í Búðardal en öllu gamni fylgir auðvitað alvara og við eigum góða bandamenn á Héraðsfréttablaðinu okkar sem hafa vakið athygli á þessari svakalegu stöðu sem uppi er. Og einnig að nefna það hér að við höfum verið í samskiptum við Vegagerðina hraðaleggandi aðgerðir við innkomun í Búðardal beggja vegna og er því heitið að það muni gerast eitthvað í sumar en það er í rauninni sama loforð og ég fekk fyrir árið síðan, þannig að við skulum taka því með fyrirvara. Og eins höfum við bent á það núna ítrekað að hraðamælingatækin hér við innkomuna beggja vegna eru búin að vera óvirk síðan í vetur, þannig að þetta er svona reykur á reiðanum eins og sagt er á ýmsum vígstöðum. En aftur, þessu er ekki beint gegn starfsmönnum Vegagerðarinnar hér, þeir eru að gera sitt besta, starfsmenn á starfsstöðinni í Búðardal, en þeim vantar stuðning og bakland annars það frá. Nú, næst langar mig að nefna að starfshópur sá sem var skipaður til að fara yfir skipulag íþrótta- og tómstundamála hér í Dalabyggð hefur hafið störf og það er búið að skipa í hópinn. Ingibjörg Þóranna var skipaða formaður á síðasta fundi sveitarstjórnar, Guðrún Blöndal, fulltrúi fræðslunefndar og UTN hefur skipað formann sinn, Jóhannu Sigrún Árnadóttur sem sinn fulltrúa og þegar hefur verið haldnir í rauninni 2 fundir, annars vegar svona startfundur hér í þessum sal og síðan fórum við í kynnisferð í Stykkishólm núna í vikunni, mjög fróðlegt samtal sem við áttum þar að sveitarfélagi Stykkishólm er nýbúið að fara í gegnum sitt stjórnskipulag í þessum málaflokki, þannig að við erum vel nestuð eftir það samtal og svona í kjölfærið eftir að við vorum búin að hristast Skógarströndina fram og tilbaka þá tókum við skoðunarferð Dalabúð til að skoða þá stöðu þess hús og þá möguleika sem verður til staðar í öllum þeim fermetrum sem eru hérna handan götunnar. Nú, fyrst minnst á íþrótta- og tómstundamál að þá vil ég nefna hér að í öllum okkar áætlunum rekstur Dalabyggðar til næstu ára og fjárfestingar höfum við gert ráð fyrir annars vegar uppbyggingu íþróttamannvirkja í Búðardal sem og rekstri þeirra til lengri tíma. Hefur sveitarstjórn og er algjörlega einhuga í þeirri afstöðu sinni og leið og tækifæri gefst á fjármálamarkaði til lántöku að þá verður farið af stað í framkvæmdirnar og þar er engin breyting á. Undirritaður ásamt formanni Byggðaráðs hefur haldið utan samtölu við fjármálastofnanir og er það samtal lifandi og í gangi þegar þetta er sagt og ritað. Ástæða þess að ég vil hnykkja á þessu hér í þessari skýrslu minni er meðal annars sú að ég hef heyrt raddir það hér í samfélaginu að við séum raunin á rassinn og sjáum ekki fyrir okkur að geta farið af stað í framkvæmdir á næstunni. Við þá sem efast vilja okkar og kjark til að verða þessa nauðsynlegu vegferð sem og aðra íbúa Dalabyggðar vil ég segja þetta. Það hefur enginn af þeim 7 sveitarstjórnarfulltrúum sem í sveitarstjórn Dalabyggðar sitja komið að máli við mig og ámálga það að við ættum að hætta við framkvæmdina. Meðan svo er þá held ég og mitt samstarfsfólk sömu stefnu með það að markmiði að framkvæmdir við íþróttamannvirki hefjist sem fljótt sem verða má með því fororði að sjálfsögðu að fjármögnun fáist á ásættanlegum kjörum með vaxtaumhverfi í dag í ljósi þess að okkur ber að fara forsvaranlega með þá fjármuni sem sveitarfélagið hefur úr að spila sem er að mestu leyti skattfé. Nú, áfram aðstaða í kringum kennslusundlaug í Dalabúð hefur fengið andlitslyftingu núna undanfarna daga í kjölfar þess að heilbrigðiseftirlitið gerði athugasemdir við aðbúnað og fleira. Var gripið snarlega til aðgerða, löngu tímabærar í rauninni, því var að ræða meðal annars rakaskemmdir og hefði ekki verið brugðist við nú hefði þetta geta haft ófyrirséðar afleiðingar hvað almenna starfsemi í Dalabúð varðar. Vonandi náum við að halda aðstöðunni í lagi og aðbúnar á barnanna okkar í Auðaskóla og starfsmanna verið viðunandi þannig að sómi sé að þar til nýja aðstæða verið tekin í notkun. Vil ég hér þakka starfsmönnum okkar og þeim iðnaðarmönnum sem kom að fyrir snör og góð viðbrögð
sem og starfsmönnum Heilbrigðiseftirlits Vesturlands fyrir góð samskipti í kringum þessar aðgerðir. Nú, ég ætla að hlaupa hér yfir nokkra punkta en aftur þessi skýrsla er aðgengileg með fundargerðinni. Ég vil nefna hér næst og þakka fyrir góða og skemmtilega ásátt við Auðarskóla sem var haldinn þann 21. mars síðastliðinn. Leiksigrar unnir þar í bunkavís af börnunum okkar og frábært utanumhald af hálfu starfsmanna. Þakka fyrir þá miklu og góðu vinnu og eins vil ég óska leikfélagin okkar, leikfélagi Laxdæla, til hamingju með velheppnaða uppfærslu á leikritunum Blessað barnalón og það var nánast húsfullur á öllum sýningum í Dalabyggð og virkilega vel að verki staðið. Nú fyrir skömmu fór í lofti auglýsingum laus störf í Auðarskóla, bæði leik- og grunnskóla og fyrir næsta skólaár. Mörg þeirra starfa sem auglýst eru nú eru vegna þeirra skyldu að auglýsa störf þar sem ekki að ræða starfsmenn sem sinna þeim í dag með fulli réttindi, óháð hæfileikum þeirra til að sinna viðkomandi starfi, en aftur líka laus störf sem við þurfum að manna. Nú þegar hafa skilað sér inn nokkrar umsóknir og vonandi vilja síðan sem flestir af núverandi starfsmönnum halda áfram að starfa í þágu Auðarskóla. Skýra þessi mál á næstu vikum en það er ljóst bæði af stöðunni hér í Dölum svo sem og af umfjöllun í fjölmiðlum undanfarið að það er og það verður áskorun að manna skólastofnanir á komandi tímum og við þurfum að vanda okkur og vanda vel til verka hvernig við höldum utan þessa dýrmætu starfsmenn sem í skólanum okkar vinna og starfa. Við þurfum að hlúa að því skólastofnanir í samfélagi eins og hér eru í rauninni hornsteinn þess samfélags sem er ræða hverju sinni, þannig að við þurfum að vanda okkur. Nú áfram aðeins skólatengt að útboð vegna skólaksturs vegna næsta ára fyrir loftið á morgun, föstudag, og við ætlum í rauninni að vera farin af stað með þetta fyrir páska en það er aðeins undirmannað í Ríkiskaupum en nú eru gögnin búin að fá rýni lögfræðinga, bæði lögfræðinga hjá Ríkiskaupum og eins og okkar lögfræðings, þannig að gögnin fara í loftið á morgun. Mér langar hér að koma aðeins inn á að fréttaþátturinn Kveikur á RÚV var með úttekt í þætti sínum fyrir vikunni á þeirri aðstöðu sem ungir einstaklingar og geðfatlaðir búa við á hjúkrunarheimilum landsins og var meðal annars fjallað aðstöðu og aðbúnað á Fellsenda hér í Dölum. Undirritaður hefur reynslu af þeim málaflokki sem ræður og fannst mér nálgun þáttastjórnenda bæði leiðandi og vissan hátt neikvæð því á þeim heimilum sem ræður er gott starfsfólk og ekki síst á Fellsenda sem að gera sitt allra besta í þágu heimilismanna og það sem einnig afar dýrmætt að heyra og kom það meðal annars fram í lok þessa þáttar án þess að stjórnandi vildi endilega gera þeim vinkli hátt undir höfði að heimilismenn eru sáttir. Líður vel og upplifa Fellsenda til að mynda sem sitt heimili. Fullyrðingar hreppaflutninga á vanlíðan þeirra einstaklinga sem ræði vil ég leiða mér í ljósi reynslu að vísa á bug. Það er ekki öll sagan sögð með fréttamennsku sem þessari sem hér ræðir. En engu síður vandi ungra einstaklinga sem missa heilsuna til staðar, svo umræða hefur átt sér stað og þarf að viðhalda þetta laust finnst innan heilbrigðiskerfisins. Nú, úthlutun úr Frumkvæðissjóði Dalaðurs fer fram í Árbliki í næstu viku, þann 17. apríl og það eru spennandi verkefni sem þar fá stuðning, fjölbreytt og eins og ég sagði áðan spennandi sem verður gaman að sjá að vaksa, sum nýja nálinni og önnur sem við kannumst við. Ég vil vekja athygli á tónleikum hér í Dalabúð á laugardaginn kemur, það eru söngkópurinn Hljómbrot og kór Akranesikirkju sem halda sameiginlega tónleika og gaman að segja frá því að Hljómbrot er einmitt ein af þeim innan gæsaleppa afurðum sem að Dalaður hefur stutt við. Nú síðan vil ég vekja athygli á samráðsfundum í næstu viku þar sem kynnt verður tillaga að stefnu þjónustustig. Það þjónustu sem Dalabyggð hyggst halda uppi er varða lögmælt verkefni, bæði lögskyld og lögheimil, sem og valkvæð verkefni og það er boðið upp á 2 tímasetningar, mánudaginn 15. apríl kl. 17 og sá seinni verður þriðjudagskvöldið 16. apríl kl. 20. Þar með er þessum flutningi á minni skýrslu lokið en ég svara að sjálfsögðu spurningum ef einhverjar eru en annars bendi ég í rauninni bara á viðhengi með fundargerðinni. Takk. Takk fyrir þessa greinargóðu yfirferð, Bjarki. Einhverjar spurningar varðandi skýrsluna? Svo virðist ekki vera. Þá áður við stöðum upptöku og yfirförum fundargerð að þá
ætti reglulegu fundartími sveitarstjórnar að vera annar fimmtudagur í mánuði. Í maí ber annan fimmtudag upp á sama dag og uppstillingardag og því er tillaga mín að fundur frestist viku og verði fimmtudaginn 16. maí. Þeir sem eru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og þá stöðum við upptöku og yfirförum fundargerð.